Leggjum stundin í Guðs hendur í bæn. Já, kæri Jesús, ég bið þig að blessa þessa stund, tala til okkar og hjálpa okkar að læra úr orði þínu. Amen. Amen. Við ætlum að tala orðið, kraftin í orðinu og orðum okkar. Og ef við byrjum á að fletta upp í Jóhannesar Guðspjalli, ég setja mig gleraugu stund öðru hvoru, sko. Það einu sinni var til stjórnmálamaður sem setti upp gleraugu og það var sagt að hann gera þegar að vera að segja ósatt. En það ekki ástæða hjá mér. Hér stendur, í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Þetta byrjunin á Jóhannes Guðspjalli og þegar Jóhannes að tala orðið í þarna, þá á hann við Jesú. Við tölum að Jesú hafi fæðst fyrir 2000 árum síðan, en samkvæmt Biblíunni þá var Jesú alltaf til frá öndverðu, en gerðist maður. Þannig að hann segir í upphafi að þegar nokkuð annað var til, það var orðið, það var Jesús. Og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði, allt var til fyrir hann. Fyrir þennan, og í grískunni, við komum betur að því eftir, notað þarna orð, að því að Nýja testamentið skrifa á grísku, að þar var notað orðið logos. Þetta þýðing á orðinu logos. Allt var til fyrir hann. Án hans, þar segir Jesú, var ekki neitt til sem til Í honum var líf og lífið var ljós mannanna, ljósið skín í myrkrinu og myrkrið tók ekki á móti því. Þannig að þegar allt byrjaði, öll veröldin, það fyrsta, það sem að setti veröldin í gang, setti tíman í gang, það var orðið, það var logos. Og logos er erfitt að þýða það, þetta svona alveg sérstakt orð í grískunni og það þýðir líka orsök allra hluta. Það þýðir svona það er svona, sko það er orð og það er svona hugsun á bak við orðið. Þetta ekki svona orð þar sem bara við segjum eitthvað, tölum eitthvað, heldur orð sem svona hugsun, orsök allra hluta. Og svo það talað út. Og áður en nokkuð var til, þá var þessi orsök allra hluta til, hugsun sem var töluð út. Og þetta lesum við í fyrstu Mósebók, þar sem segir, og í upphafi Guð sagði verði ljós og þá varð ljós. Og þegar Guð sagði verði, og svo skapaði hann jörðina og hann skapaði lífið og þegar Guð talaði þetta út, þá var orðin, endirinn, upphafið hjá Guði var þessi orsök, þessi hugsun sem síðan töluð út með orðum. Amen. Og þegar Guð talaði út, það sem hann sá fyrir sér að myndi verða, sem var búinn að hugsa að skyldi verða, þá gerðust hlutirnir. Þannig að þegar að talað hið skapandi orð í Biblíunni, þá það ekki hljóðbylgjurnar sem koma út úr munnunum á okkur sem númer 1, heldur hugsunin, sýnin og trúin á bakviða. Amen. Sem síðan talað út. Og þegar að segir í fyrstu Mósebók, Guð sagði og það varð, þá það, Guð kom hugsunum sínum í orð, Guð kom hjarta sín í orð, Guð kom trú sín í orð. Við trú, Guð kærleikur en Guð líka trú. Og hann segir sem sagt að í upphafi var logos var hjá Guði og logos var Guð. Og það sem athyglisvert við þetta,
að það upphafið, það sem er orsök allra hluta, er persóna. Í vísindunum þá er alltaf verið að leita að svona náttúrulögmálum. En orsök allra hluta er persóna. Persónan er Kristur sem gerðist maður. Og það er annað líka að Guð er ekki persóna eins og við. Við erum persóna eins og Guð. Það er að segja, Guð skapaði mannin í sinni mynd. Þess vegna erum við persónur. Þannig að þegar heimur eru til, þá er svona frumhugsun, orsök, trú og sýn sem er töluð út í orðum. Og þetta stillist saman. Það sem er í hjarta föðurins, það sem er í hjarta Guðs, þá sýn sem Guð hefur og það sem hann segir. Og krafturinn verður þegar þetta tvennt er stillt saman. Og svo segir Logos, allt var til fyrir hann, án hans var ekki til neitt sem til er, í honum var líf og lífið var ljós mannanna. Og þess vegna skiptir máli að kynnast Kristi. Það er oft verið að tala hvort að menn með ekki hafa mismunandi skoðanir, auðvitað mega með það. En það skiptir máli að kynnast Kristi vegna þess að hann er lífið og hann er ljósið. Og ljósið skín í myrkrinu en myrkrið tók ekki á móti því. Síðan er sagt, kemur svona sögulegt, hvernig Jóhannes skírari kom fram og svo segir Jesú, ég sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Það er þegar Jesús fæddist. Hann var í heiminum, heimurinn var orðinn til fyrir hann, en heimurinn þekkti hann ekki. Hann kom til eignar sinnar, en hans eigið fólk tók ekki við honum. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að vera Guðs börn, þeim sem trú á nafn hans. Og svo segir, orðið varð hold, það er að segja, það sem var orsök alls sem til er, gerðist maður. Hann bjó með oss fullur náðar og sannleika og við sjáum dýrð hans, dýrð sem sonurinn eini á frá föðurnum. Og svo kemur að lokin, enginn hefur nokkuð tíma séð Guð. Við lesum í Gamla testamentinu, menn voru að tala við Guð, en það var í gegnum engil drottins, eða með öðrum hætti. En það sá enginn Guð í allri sinni dýrð. Enginn hefur séð Guð, sonur eini, Guð sem er í faðmi föðurins, hefur birt hann. Þannig að orðið og að tala út orð í trú er ekki spurning einhverja hljóðbylgjur sem fara út úr munninum á okkur. Það er ekki númer 1. Þær eru afleiðing af því að við erum að játa út það sem er þegar innra með okkur. Þar fæðist þetta og svo er að tala út og þá verður það. En nú kemur að þessu stórkostlega. Í Jóhannes 14-16, þar átti Jesú mikið samtal við lærisveinana, rétt áður en hann var handtekinn og hann var að útskýra fyrir þeim, ég fer líkamlega, en svo kem ég til ykkar í anda mínum. Ég verð ekki lengur hjá ykkur líkamlega, en verð hjá ykkur í anda mínum. Og á hvítasunnudag þá gerðist það undur, að hinn uppreisni Jesú kom í anda sínum yfir lærisveinana. Heilagur andi kom. Og hann segir, er að útskýra þetta að hann sé vegurinn, sannleikurinn og lífið, og þeir sem hafi séð hann hafi séð föðurinn. Og hann segir, og Filippus segir, sýnd okkur föðurinn, það nægir okkur. Ég sagði, ég hef verið með ykkur þannig tíma og þekkjum ekki Filippus, sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn, trúir ekki að faðirinn er í mér og ég í föðurnum. Ef þið trúið ekki orðið mínum, trúið þá vegna sjálfra verkana. Ef þið trúið ekki því ég segi, trúið þá út frá því sem ég hef gert. Sannlega, sannlega segi ykkur, svo sem trúir á mig, mun einnig gera þau verk sem ég geri.
Hann mun gera enn meiri verk því ég fer til föðurins og hvers sem þið biðjum í mínu nafni mun ég gera svo faðirinn vegsamist syninum. Ef þið biðjið mig einhvers í mínu nafni mun ég gera það. Og þá spurningin, af hverju það ekki eins áberandi hjá mér, þér eða einhverjum öðrum, að gera þau verk sem Jesús gerði. Og skýringin, hún liggur eingöngu nánast í því sem hefur gerst innra með okkur, því það ekki nóg að tala út digubarkalega í trú, það verður að vera út frá því sem Guð hefur sett innra með okkur fyrst. Og það gerir hann í gegnum orðið, lestu biblíunar, og þegar hún fer að ljúkast upp fyrir okkur, Guð getur líka að tala beint til okkar, en þegar orð Guðs vex innra með okkur, líkst upp fyrir okkur og sýnin stækkar, þá höfum við meira til að tala út. Amen. Og þegar að við komumst á það sem Jesús gerði til þess að framkvæma það verk sem hann gerði, það verður að vera í nærveru Guðs, nærveru föðurins. Og þegar hann einhvern tímann rak út illan anda sem að lærisveinarnir hefði ekki að reka út, þá sagði hann það sem var innra með ykkur, trú ykkar, þið höfðu bara ekki næga trú. Og svo sagði hann, þetta kynið fer ekki út nema fyrir bæn og föstu. Nú bað Jesús ekkert og fastaði ekkert að hann rak út andan. Milli þess að lærisveinarnir reyndu það og Jesús framkvæmdi það. En það sem Jesús átti við, í nærveru föðurins, í nærveru Guðs, þar gerist eitthvað innra með mér sem gerir það verkum að ég hef eitthvað til að tala út í trú, miklu meira. Það er í nærveru Guðs. María hét kona sem átti bróður sinn Lazarus, og við þekkjum söguna kannski að því þegar að Jesús reisti Lazarus frá dauðum. En einhverju sinni var verið að halda boð eða partí og systir hennar var alveg á fullu að láta hlutina ganga upp. En María sat við fætur Jesú og hlustaði á hann. Og Jesús sagði, allt þetta sem er verið að gera fyrir mig er ekki eins mikilvægt eins og að sitja við fætur mínar og hlusta á mig. Þannig að þegar við erum í nærveru Guðs og þegar hann fær að láta orð sitt vaxa innra með okkur og þegar við finnum fyrir anda hans, þá gerast hlutir innra með okkur og þá getum við talað það út í trú og þá gerast stóri hlutir. Þannig að þegar við viljum sjá stóra hluti gerast, þá er fyrsta og mikilvægsta að vera í nærveru Guðs. Og biðja Guð að láta orðið, orðinu er alveg endalaust í Nýja testamentinu líka gamla, líkt við sæði. Og þegar þú setur fræ í jörð, þá spírar það, svo verður það jurt og svo vex það upp. Og Guðs orð virkar þannig. Þú lest það, þú heyrir það og svo vökvar það með því að vera í nærveru Guðs og hugleiða það og það spírar, það vex og þá gerist eitthvað innra með þér sem þú síðan talar út í trú og þá byrja hlutirnir að gerast. Amen. Þess að segja hann að þið biðja einhvers í mínu nafni muni gera það. Og Jesús segir að ef að þið segir fjallið og trúið það muni verða og það verður gerst eitthvað innra með ykkur sem veldur því að við getum talað þetta út, segjum fjallið þá færðu stað, þá myndi það færa svo stað. En ástæðan fyrir því að ég get ekki gert þetta við Esjuna hér og nú, það eru tvær. Í fyrsta lagi þyrfti Guð, það vera vilji Guðs að ég gerði þetta. Og í öðru lagi þyrfti hann að fæðast líka trú innra með mér að ég hefði eitthvað að játa út. En þannig virkar það trúin að þegar Guðs orð og það sem Guð vil tala og það sem andi Guðs gerir innra með okkur, þegar það vex og dafnar í nærveru Guðs
og við tölum það síðan út, þá gjörbreytist allt. Og Biblían segir að Jesús sé hérna á jörðu í líka. Og þá spyrjum við, hvernig kemur það heim og saman við það Jesús ég er að fara og kemur í anda mínum? Ég ætla ekki að fara djúpt ofan í þess núna, en í Efesusbréfinu segir að við sem erum kristin og erum í líkamanum hér á jörðu, að við allir kristnir sem hafa fengið anda Guðs eru einn líkami Krists hér á jörðu. Hann er höfuðið og í gegnum anda sinn þá stýrir hann limunum og sendir þeim skilaboðin og vinnur í þeim og lætur hvern lim á líkamanum vinna sitt starf. Sumt sést, annað ekki. Það sem ekki sést er ekkert minna mikilvægt, sko. Menn geta séð hvernig ég nota hendurnar. Þeir sjá ekki hjartað, en það er ekkert minna mikilvægt. Og þannig vinnur líkami Krists hér á jörð. Jesús er höfuðið fyrir anda sinn, það lætur hann hvern lim og hverja frumu líkamans vinna sitt verk. En Jesús í gegnum þetta er Jesús líka á jörðinni líkamlega og hann vill að líkami Krists, kirkjan, henni kristnu sem að teki við honum og eignast anda hans, framkvæmi sem að fólk byrja að læknast, sjúkir, jafnvel að dauðir verði reistir upp og öll þessi kraftaverk gerist. Og í nærveru Guðs þá verður til, og nú kemur aftur orðinu logos, sem er ekki bara orð, heldur frumorsök, frumhugsun. Það sem að það sem þú sérð fyrir þér er talað út. Og ef að Guð vinnur þetta verk innra með okkur og við tölum það út í trú, þá byrja hlutirnir að gerast. Ég líki þessu stundum við það að þegar eldur er kveiktur þá er ekki nóg af eldi við þinn. Við þurfum súrefni. Það er ekki nóg af súrefni, við þurfum líka eldi við þinn. Og eins er það þegar við sjáum eitthvað svona yfirnáttúrulegt gerast, þá er það sem að Guð hefur plantað innra með okkur og svo að tala það út. Þetta tvennt er að fara saman. Stundum líki þessu líka við kíki, að glerin sem eru, litlu glerin sem eru við augað, þurfa að stilla saman við ytri glerin. Og það þarf að vera í fókus. Það þarf að virka saman. Það sem er innra og það sem og svo veljum við að trúa því og tala það út. Guð var ekki að tala bara digurbarkalega verði ljós þegar hann skapaði heiminn. Hann talaði það sem var þegar innra með honum, það sem var þegar í hjartans, það sem hann þegar trúði og þess vegna gerðust hlutirnir. Og Guð, Jesús segir að við vill að kirkjans vinni sömu verk og hann og það er gert með sama hætti. En af því að Jesús er hér í anda sínum, þá er logos ennþá hér á jörðu. Orðið. Og það er innra með okkur. Og í nærveru Guðs, þá gerast hlutir og það er þetta sem gerist, samstilla þetta. En svo er til vers í Biblíunni, ég ætla bara svona að nefna þau, hvað gerist þegar orð og hjarta fer ekki saman. Þá er eins og viður án súrefnis og súrefnis án viðar, eða eins og ég tók líkingun áðan, eins og glerið í kíkinu sem er við augað og það sem er fjær virkar ekki saman og það er allt í móðu. Og ég ætla að taka ekki mörg orð það, en ég ætla að lesa úr Jesaja 29. Drottinn segir, þetta fólk nálgast mig með munni sínum. Takk ég þessu orði. Þetta fólk nálgast mig með munni sínum. Og þarna er Drottinn Guð
og spámaðurinn að tala fólk sem nálgast Guð ekki á neinn annan hátt en með munni sínum. Það auðvitað að nálgast Guð með munni sínum. Þú getur vitað hvenær átt að segja halleluja. Þú getur sagt Jesús konungur. Þú getur sagt drottin Jesú. En þarna verið að tala þegar við segjum það bara með munninum og engu öðru. Þannig að ég segi þetta fólk nálgast með munnum sínum og heiðrar mig með vörum sínum. En hjarta þess mér fjarri og Guðs ótti þess utan lærðar mannasetningar. Við getum lært að segja alla þessa hluti. Við getum lært að segja dýr sé Guði. Við getum lært að segja halleluja. En ef það bara í munninum og vörum okkar, þá skín í gegnum Biblíuna að það verra að við séum að því, það betur við segjum ekki neitt. Af því að þarna fer ekki saman hljóðmynd. Það fer ekki saman það sem innra í hjart okkar og það sem í munn okkar. Og Jesús vitnaði í þessi orð þegar hann gekk á jörðu. Og það segir hérna nú komin til Jesú, farisegar og fræðimenn frá Jerúsalem sögðu, gæsna brjóta læri sinni þínir erfikenning forfeðranna til þó ekki hendur sinna áður en næta matar. Og hann segir akkur í brjótið búður Guðs út erfikenningum og svo nefnir hann dæmi, ég ætla ekki að fara út í það. En hann segir, hræsnarar, sannspár var Jesú ykkur, hann segir, þessir menn heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra langt frá mér. Og takið nú eftir hérna. Til einskis dýrka þeir mig, því þeir kenna það eitt sem menn hafa samið. Ef þú heiðrar Guð bara með vöruðinum og hjartað þitt ekki með, hjartað þitt lokað, það bara í burtu, þá ertu að gera það til einskis. Og þegar að tala logos, sem upphaf alls, þá það þannig að hann segir að það frumhugsunin, frumorsökin, sem síðan færði orð og tölu út. En eða bara orð og ekkert annað, þá skeiður ekkert. Vissulega geta orð haft áhrif, þú segir eitthvað særandi og allt svoleiðis, ég ekki að tala það. En ef við ætlum að tala þennan skapandi kraft sem fer inn í hinn ósýnilega heim og umbreytir öllu í sýnilega heiminum, þá það gert eins og bara Guð gerði þegar hann skapaði veröldina. Það var í hjarta Guðs, það var í sýn Guðs og hann talaði hann út. Og ég fullyrði fullum fetum að ástæða þess að við erum ekki að sjá meiri vakningu í dag, ástæðan fyrir því að við sjáum svona múra og hindranir fyrir Guðs orð og ástæðan fyrir því að við erum ekki að sjá fólk læknast og leysast í þeim mæli sem við ættum að geta séð það, ástæða þess að við erum ekki að sjá kraftaverk ekki það að það sé ekki til fólk sem tilbúið til að stíga í trú út af Guðs orð og tala út. Fullt af fólki tilbúið til þess. En það í nærveru Guðs. Það þegar orð Guðs fer að vaxa í hjörtum okkar sem að fjársjóðinni vera til. Það sem fjársjóðskistunar fyllast af því sem við getum talað út. Kraftaverkin byrja í nærveru Guðs. Jesú vissi það og þess vegna fór hann upp á fjall og var alltaf í nærveru Guðs. Jón Tjó sem bjó til stærstu kirkju í heimi, fyrst bara með örfáu fólki og varð 1 milljón manna kirkja í Suður Kóreu. Ég man ekki hvort það voru 5 eða 7 tímar á dag sem hann var að biðja. Og einn maður sem ég þekki sem hann átti kunningja sem að leiddi fjöldafólkstrúar, heldur alltaf einhvern veginn á hverjum degi jafnvel. Hann byrjaði alltaf daginn að biðja í 5 tíma. Og Eiður Einarsson vinur minn, hann þekkti mann sem að
náði miklum árangri og einhverju sinni kallaði Guð á einhvern stað og hann var bara í sólinni og gerði ekki neitt og enginn skildi neitt í því hvers konar kristniboðs og herferð þetta var. En þar var hann í nærveru Guðs og hann fann nú er tíminn kominn og þá bara gerðust hlutirnir eins og hendi verið veifað. Þegar krafturinn er í nærveru lógos. Krafturinn er að dvelja í nærveru orðsins sem allir hlutir eru orðnir til fyrir og tala út það sem þar fæðist þar. Þannig brjótið múra og vígi. Og ég ætla að segja frá hlut sem hvernig bara persónulegt dæmi. Ég hef sagt frá því áður, ég ætla að segja aðeins svona nákvæma frá því en ég hef upplifað þetta nokkru sinnum að bara allt í einu er eins og andi Guðs, sem sagt bara Jesús í anda sínum, kom einhvern veginn svo sterkt yfir mig og inn í hjarta mitt að ég byrja að tala út hluti bara í fullum krafti, fullu öryggi og fullri vissu og þegar svoleiðis gerist þá skeður alltaf eitthvað. Ég hef fengið orð til fólks þá sem ég þekki ekki neitt og það bara alveg beint inn í lífið þess og það skeður eitthvað í viðkomandi einstaklingi í framhaldinu, brotnar í grát og Guð vinnur í honum eða þegar svona gerist. Og einu sinni þá var ég að labba upp stiga í veginum og það var 2000, ég man ekki alveg, það var eftir hrun, 2000 og kannski 12, 13, ég man ekki alveg árið. Og allt í einu bara finn ég svona hvernig andi Guðs kemur yfir mig. Ég byrja að tárast yfir því að á Íslandi voru lögin þannig að ef einhver var gjaldþrota þá var þetta endurnýja kröfuna alveg þangað til viðkomandi væri dáinn. Hundelti hann allt sitt líf. Og menn ættu sér bara ekki viðreisn að vona ef að kröfuhafar kysu að fara þessi leið. Og ég hafði kynnst í gegnum mitt starf sem lögmaður að hvílíkar þjáningar þetta olli og í algjöru tilgangsleysi þegar kröfuhafarnir voru ekkert endilega að fá mikið meiri pening. Þetta voru fyrst og fremst bara þjáningar sko. Og ég bara fann þetta var rangt og Biblían segir þetta sé rangt. Það er til dæmis tekið á þessu í Mósebókum að það eigi ekki að hafa svona kerfi. Ég ætla ekki að fara út í það. En á bara örstuttri stundu og ég bara hrópaði, ég talaði út bara að þjóðin er leyst undan þessu. Bara allt í einu, það kom yfir mig, ég bara labbaði upp einhvern stiga og ég bara talaði laust og það leið bara örstutt tími, 1, 2, 3 mínútur. Og þá bara fann ég, lausnin er komin. Það er búið að létta þessu af þjóðinni. Þetta er farið. Það var þannig upplifað. Ég fann bara gleði og ánægju að sigurinn var unninn. En í hinu ytra þá voru sömu lög og sömu reglur og allt við sinn vana gang. En ég upplifði samt það var algjör sigur unnist. Síðan líða einhverjir, ég veit ekki hvort það var einhverjir dagar eða hvað leið langur tími, ég er ekki alveg klár á því. Þá er ég staddur í ganginu þar sem ég var með skrifstofu annar hæð. Ég var bara í neðri ganginu, þar hitti ég lögmann sem vann hjá ríkinu þá sem umboðsmaður skuldara. Við fórum bara að kjafta saman og ég bjóð hann upp á skrifstofu til mín og við vorum bara að spjalla. Og í spjallinu segir hann mér frá því að innanríkisráðherra sé að reyna að fá gjaldþrotalögum breytt þannig að skuldir geti afskrifast endanlega 4 árum eftir gjaldþrot. Og hann sagði, hann rekst alls staðar að veggi. Það er alveg sama hvað reynir, hann kemst ekki lönd né strönd. Ekkert nema fyrirstaða og úrtölur að þetta sé ekki hægt.
og svo eru menn að vitna í stjórnarskrána að það sé brot og eignarréttar ákvæði stjórnarskrárinnar ef að kröfuhafar missa kröfur sínar og þær verða gerðar dauðar. Og þá sagði ég við hann, eignarréttar ákvæði stjórnarskrárinnar verndar ekki eignir sem ekki búið að búa til. Það verndar ekki rétt kröfuhafa til að elta skuldara með peningum fyrir vinnu sem þeir ekki búnir að vinna. Og benti síðan á fullt af hlutum í íslenskum lögum sem að banna svoleiðis lagað. Nema að hann segi við mig, veistu að þú eru bara að tala við ráðherra. Og það var komið á fundi bara með örstuttum tíma og þegar var búið að finna tíma sem allir gátu komist, þá hittist ég innanríkisráðherra á mánudagskvöldi í húsinu þar sem þingflokkur hans hafði aðstöðu. Þar var ráðherra, þar var umboðsmaður neytenda, þingmaður úr flokki ráðherra og aðstoðarmaður hans og ég. Og á leiðin á fundinn, þá fann ég bara aftur, það er eitthvað, það skeður eitthvað, það gerist eitthvað. Og það var ekki það að ég var að reyna að verða eitthvað stjarn á þessu fundi, heldur bara að það var eitthvað sko innra með mér sem bara gerði að verkum ég talaði mjög ákveðið. Og ég sagði ráðherranum, segðu lögfræðingunum í ráðuneytinu og öllum lögfræðingum sem þú hittir og segja þetta sé ekki hægt að fé sem fólk á eftir að vinna sér fyrir er ekki eign í skilningi stjórnarskrárinnar sem er vernduð á stjórnarskránni og það hefur ekki verið þannig síðan þrælahaldar afnumið á Íslandi. Og það var ekki aðalatrið, þetta var ekki aðalatrið heldur það að fyrir einhverju síðan það var Guð búinn að létta pressuna þannig að himinninn var opinn og það var ekkert sem gat komið í veg fyrir að fyrst að ég talaði þetta út þannig í stigunum upp í vegi af því að Guð hafði sett eitthvað innra með mér og það var ekkert sem gat stoppað það. Og það sem gerist eftir það bara var liður í því. Ég hugsa að ráðherra hafi verið byrjaður áður en að ég talaði þetta út að vinna í þessu en hann komst bara aldrei lönd niður strönd. Og hann lýsti bara því hvað þetta væri erfitt að koma þessu gegn. Það var allstaða fyrirstaða. Þetta var á mánudagskvöldi. Og þá var hann að reyna að berjast fyrir því að 4 árum eftir að gjaldþrot þá myndu skuldir falla niður. Svo kvöddumst við og ég fór bara heim. Svo heyrði ég í fréttum að áður en vikan var liðin, þetta var á mánudagskvöldi, en vikan var ekki liðin, þá var búið að samþykkja í ríkisstjórninni að leggja fram lagafrumvarp á Alþingi og þessu yrði aflétt eftir 2 ár. Bara það fór allt í gang. Og eitt af því sem ég fann innra með mér, bara í andanum og talaði út svona bara í krafti, ég sagði, talaði við þá sem eru lengst til hægri og fá það í lið með þér. Þeir styðja þig, því að þeir munu spyrja hvað er í þessu fyrir ríkið, frjálshyggjumennirnir, hvað er í þessu fyrir ríkið annað en bara eymd, aukinn kostnaður í heilbrigðiskerfinu, svört atvinnustarfsemi, það er ekkert í þessu fyrir ríkið að hafa svona reglur. Og þessi ráðherra var lengst til vinstri í ríkisstjórninni og hann var lengst til vinstri á þinginu, það var engin meira lengra til vinstri en hann. En þá gerðist það, þegar hann kom með þetta frumvarp, að þingmaðurinn Pétur Blöndal sem var lengst til hægri, hann studdi þetta. Og þetta rann í gegnum þingið eins og ekkert væri. Og Jesús vil gefa okkur í nærveru sinni að upplifa samfélagsins við þannig að við bara undir krafti heila sanda, sama kraftinum þegar Guð skapaði heiminn og jörð, sama kraftinum og þegar Guð reisti Jesú frá dauðum, bara fyrir anda Guðs, að það tölu út hluti og þá geta múrarnir farið. Við höfum svoleiðis dæmi úr Biblíunni þegar Elía sagði bara eina setningu og þá rigndi ekki 3 ár. Svo sagði hann aðra setningu þá og þá byrjaði aftur að rigna. Og orðin, þau eru dauð ef það er ekki trú
og ef það er ekki hjarta á bakvið þá er það bara hljóðbylgjur. Ekki bara, orð geta líka sært og allt svoleiðis í þessu náttúrulega og sálarlega heimi. Ég er ekki gera lítið úr því. En ef það á að vera svona orð sem tekur niður múrana, sem umbreytir öllu, snýr öllu við, breyti bara framtíðinni, þá er það þegar Guð setur eitthvað í hjarta okkar og við ákveðum að stíga út í trú og tala út. Í sambandi við svona dauð orð að þá er til kaflar til dæmis í Jesú 1 talað fánýtar fórnir þegar menn eru að gera hluti fyrir Guð, það er ekkert í hjartan á bakvið. Og svo stærstu versunum þetta er í 5. Mósebók 30. kafla og Rómverjabréfinu 10. Í 5. Mósebók 30. kafla þar segir Guð: þetta boð sem ég legg fyrir þetta er ekki óskiljanlegt eða fjarlægt er. Það er ekki upp í himninum svo þau eru að spyrja hver fær upp í himininn til að sækja og kunngjör okkur svo getum framfylgt því. Það er ekki heldur handan hafsins. Nei, orðið er mjög nærri þér, í munni þínum og hjarta svo getur breytt eftir því. Það er sagt að líf og dauði sé á tunguna valdi, en Biblíunni skýr á því að krafturinn er þegar hjartað og það sem við segjum slær saman og fúnkera saman. Og síðan er til dæmis talað um það í þessum kafla að hjartað gerist fráhvert. En Páll segir þegar hann leggur út frá 5. Mósebók, þá segir hann: seg ekki hjarta þínu, hver mun fara upp í heiminin, það er til að sækja Krist ofan. Af hverju Krist? Að hann er logos, hann er orðið, hann er frum hugsunin, hann er frum orsökin. Eða hver mun stíga niður í undirdjúpið, það er til að sækja Krist frá dauðum. Hvað er það þá? Nálægt er orðið í munni þínum og hjarta þínu. Það er orð trúarinnar sem við predikum. Ef þú játar með munni þínum Jesús er drottinn og trúir í hjartanu Guð hafi uppvakið frá dauðum, verður þú hólpinn. En þetta tvennt er að fara saman. Þú ert að játa og trúi í hjartaðinu. Þá kemur saman olían, þá kviknar logar eldurinn þegar súrefnið og olían kemur saman. Hjartað og munnurinn. Og það segir: með hjartanu trúi til réttlætis, með munnunum játa til hjálpræðis. Hver sem ákallar nafn drottins verður hólpinn. Og af hverju er nú að tala um þetta? Það er í tvennum tilgangi. Við skulum enda á því. Það er að þegar við viljum fá að sjá hluti frá Guði og gegnumbrot þessi stað í líf okkar, umbreytingu í framtíð okkar, fjölskyldu okkar, líf okkar, förum undir fari sem við erum föst í, eða við viljum sjá vakningu Guðs, að þá biðjum við Guð að sá orðinu í hjarta okkar, erum í nærveru hans og tölum út það sem er það trú sem hann hefur gefið okkur og fætt inn í okkur. Og ef hún er lítil þá gerist það eins og með lærisveinarnir gátu ekki rekið út illan anda, en ef við lifum í gegnum bæn og föstu eða hvernig sem við gerum það í nærveru Guðs, þá gerast hlutirnir þannig að við getum fara að sjá miklu stærri hluti þegar við játum það út. Og þetta er svona það mikilvægasta. Þess vegna er ég að segja þetta að því að Guð er Guð kraftaverkanna. Jesús er hér á jörðu og hann er ekki hættur að gera kraftaverkin. Hann er ekki hættur að gera táknin og undrin. Og hann vil umbreyta lífi fólks gjörsamlega. Og hvar sem þú ert staddur eða stödd í þínum vandamálum, það vil Jesús koma inn, hann er logos og umbreyta öllu, umbreyta allir í framtíðinni, að hann er lífið og hann er ljósið og hann gefur þér yndislegt líf. Og þegar þú játar hann sem drottinn og trúir í hjartaðinu að hann lifi í dag,
þá eignastu eilíft líf. Og það er það mikilvægast sem til er. Það dugar ekki bara að margir hafa játast Jesú á fermingardeginu sínum, en þeir sem gerðu það og hjartað fylgdi með, eignuðust á eilíft líf, þeir sögðust vilja gera Jesú Kristi leiðtoga sínum, en þeir sem bara sögðu það, það voru bara orð sem umbreyttu ekki hjartanu og lífinu og gáfu eilíft líf. Það er bara en þeir sem að játuðust honum og trúðu hann í hjarta sínu, þeir fengu að upplifa þetta. Þess vegna skiptir máli að hjartað og orðin fari saman. Og vandamáli er ekki endilega að við þurfum ekki að stíga út í trú eða játa hlutina, en við þurfum að vera í nærveru Guðs, lesa hans orð og láta hlutina fæðast við innra líka. Amen. Og ég held að þar kreppir skóið mest. Og þá gefið þér stundina. Amen. Takk fyrir þetta og þetta er einmitt ástæðan fyrir því, allavega ein ástæðan fyrir því að við hjá Frelsarskirkjunni leggjum svona mikla áherslu á hugleiðslubæn. Af því að í hugleiðslubæninni þá erum við í nærveru Guðs. Þá erum við að stíga út úr skarkalanum, hraðanum, í þessari efnislegu veröld, loka augunum og við erum að stíga inn í hina andlegu veröld, þar sem að Guð er, þar sem að heilagur andi er. Og það er það sem að lækningin á sér stað, kraftaverkin, gegnumbrotið, umbreytingin, það er það sem að orkan í líf okkar umbreytist þegar við erum að velja að trúa einhverju. Við tökum ákvörðun frá hjartanum að trúa því sem að orðið segir okkur. Við biðjum Guð að setja orðið sitt inn í hjarta okkar. Þetta er algjört lykilatriði í okkar trúar samfélagi við Guð. Það er þessi nærvera, að dvelja í hans nærveru í bæn. Og það er þá sem að kraftaverkin gerast og við þegar Guð kallaði mig fyrir rúmi ári síðan og sagði við mig, ég var að labba á Ólafsvelli, hann sagði þú átt að stofna kirkju, þú átt að predika orð mitt og þú átt að vera trúalæknir og ég bara átti ekki til orð yfir þess að ég var að heyra frá Guði. Það var þá sem ég byrjaði að predika í þessari grúpu og Guð er búinn að gefa mig sýn og hann er búinn að gefa mig trú og hann er búinn að gefa mig trú sem segir ekkert er ólæknandi. Engin sjúkdómur, engin líkamleg fötlun eða annmarki er ofar kraftaverkakrafti, lækningakrafti Guðs og heilags anda. Og jafnvel þótt að við höfum ekki ennþá séð mjög mikið eða lækningar hafa verið að eiga sér stað á hverjum einasta fundi, þá veit ég að það er það sem er framöndan. Ég veit að Guð er að fara, heilagur andi er að fara að lækna á stórkostlegan máta og stórkostlegri máta heldur en við höfum séð áður hér á Íslandi og að vakning mun brjótast fram út frá því að heilagur andi ætlar að kraftaverka lækna, gera tákn og undur, blindir fá sýn, heyrnarlausir fá heyrn. Þeir sem eru með svokallaða ólæknandi sjúkdóma munu læknast og verða algjörlega heilbrigð. Lamaðir munu rísa upp og ganga og hreyfa sig algjörlega eðlilega. Fólk sem er bundið við hjólastól mun standa upp og fá eðlilega hreyfigetu og þetta er þessi heilagur andi að fara að gera og hann hefur gefið allavega mér þessa sýn og hann hefur gefið mér þessa trú í hjartað. Við erum að tala þetta út, við erum að predika þetta, þið eru að koma og mæta, þið eru að senda inn fyrirbænir, þið eru í trú, gagnvart lækningu Guðs og því að Jesús er læknirinn okkar. Það er öll formúlan sem að Einar var að predika, hún er til staðar og það eina sem er eftir núna er bara tímasetning Guðs. Það er tímasetning Guðs sem hann hefur ákveðið þegar þetta byrjar og heilagur andi hefur talað tíminn. Það er flóðbylgja heilags anda sem er farin af stað og við sitjum ofan á þessari flóðbylgju og þurfum að hvíla í Guði. Við hvílum í honum og þegar við upplifum okkur vanta meiri trú þá segjum við Guð, að komum við til Guðs. Guð, hjálpaðu vantrú minni, gefðu mér trú, gefðu mér þessa trú. Og Guð, hann bænheyrir og hann svarar þessari bæn. Og það besta sem við getum nokkuð tíma gert með tíman okkar er að dvelja meira í hans nærveru. Taktu tíma daglega til þess að setjast einn upp í rúm og segja bara heilagur andi, Jesús, ég ætla bara að vera einn með þér núna. Og ég vil sjá þig, ég vil finna fyrir þér,
ég bara vil sjá þetta gegnum brot og ég ætla að sita hér með þér þar til ég finna eitthvað að gerast innan með mér. Þar til ég finna heilagarandi hellist yfir mann og maður bara brotnar niður og byrjar að gráta þegar maður finnur svo sterkt fyrir nærvera heilags anda. Þannig að gefum okkur tíma og ef að þið upplifa að þið þurfið meiri stuðning hvað þetta varðar, þá mæli ég með að fara á Spotify og hlusta á hugleiðslubænirnar þar. Þar eru bara hellingur á hugleiðslubænum frá 10 mínútur upp í 30 mínútur þar sem þið getið æft ykkur í að vera í nærveru heilags anda. Þetta er æfing og þetta er þjálfun. Amen. Og við ætlum að fara núna í hugleiðslubæn og taka smá tíma í nærveru Guðs og í þessari hugleiðslubæn ætlum við að lýsa yfir þessari þrá okkar að dvelja í hans nærveru og biðja Guð að hjálpa okkur að dvelja meira í hans nærveru. Við ætlum að biðja Guð að setja orðið logos inn í hjarta okkar og við ætlum að biðja Guð að samstilla hjarta okkar og trú við sýnina sem hann hefur gefið okkur, við orðið hans og við það sem við erum að tala út. Þannig að verði þessi fókus sem Einar var að tala og þetta verði alveg skýrt og biðja Guð að hjálpa okkur að tala út í trú, það sem að Guð hefur sett inn í hjarta okkar. Og síðan ætlum við bara að eiga svona hljóðastund þar sem við ætlum að sitja bara í nærveru heilags anda. Amen. Amen. Já, þegar þú ert tilbúin þá máttu bara koma þér þægilega fyrir, hvort sem þú situr eða liggur. Og ég býði bara að draga djúpt inn andan og leyfa þér að bara loka augunum og slaka á þegar þú blæst frá. Og ég býði fyrir þessari stund, bara afhendi alla þá sem að hlusta inn í ljósið þitt, Guð. Og ég bara þakka þér fyrir heilagur andi að þú talar hér í kvöld, að þú ætlar að lækna hér í kvöld, að þú ætlar að endurstilla hjört okkar í kvöld, verði þinn vilji í Jesú heilaga nafni. Amen. Nú ætlum ég bara að fara með bæn sem að ég var að nefna áðan og líka það ef að kemur eitthvað upp í hjarta mér. Og fyrir þann sem hlustar þá getur þú gert þessa bæna þinni með því að annarkvort endurtaka hana upphátt eða endurtaka hana í hjartaðinu. Ég bara biðja að koma núna heilagur andi. Ég vel að hlaupa til þín, Jesús, og ég vel að stilla hjarta mitt núna á þig. Og ég bara gef þér iðrun mína fyrir öll þau skipti sem ég stillti hjarta mitt á eitthvað annað en þig. Fyrirgefðu. Og ég þakka þér fyrir, Jesús, að þú hefur fyrirgefið mér. Og ég vel að trúa á þig, Jesús. Og ég játa það að þú ert minn leiðtogi og minn Guð. Og ég þakka þér fyrir að þú fyllir hjarta mitt núna, Jesús. Af þér, af ljósinu þínu, af orðinu þínu, af logos. Og ég þakka þér fyrir, Guð, að þú fyllir hjarta mitt, sál mína og líkama minn, huga minn, augun mín, af þinni lækningu. Að fyrir þínar benjar er ég algjörlega heil og heill.
Og ég vel að koma fram fyrir þig, Jesús, fram fyrir krossinn. Og ég beygi mig undir þitt vald. Og ég afhendi þér líf mitt. Ég afhendi þér minn vilja, hjarta mitt, orðin mín og trú mína. Og ég þakka þér fyrir að þú gefur mér þitt líf, þitt orð, þitt hjarta og þína trú. Og ég bið þig með einlæga þrá í hjartanu að stilla saman það sem í hjartanu, trúna, orðin mín, hugsanir og fókusu minn. Og ég vel að tala út í trú, þá sýn sem að þú, Guð, hefur sett inn í hjarta mitt. Og sú sýn segir lækning, heilbrigði, friður, eilíft líf, upprisu kraftur heilags anda, guðlegt gegnumbrot, gleði, kraftur heilags anda, allsnægtir, þakklæti og umfram allt skilyrðislaus kærleikur og skilyrðislaus elska Guðs. Og ég þakka þér fyrir, Jesús, að þú hefur stillt hjarta mitt og trú mína og orð mín og hugsanir mínar til samræmis við andan sem þú hefur gefið mér. Og ég vel að lifa í þínu ljósi, í þínu ríki og leita þín, Jesús, fyrst með allt. Nú ætlum við bara að dvelja í nærveru heilags anda í örfáar mínútur, hvort sem að þú vilt fara með litla bæn eða bara hlusta eða bara fókusa á Jesús. Það ætlum við bara að eiga hljóðastund í nærveru Guðs.
Mér langar til þess að bara biðja þig að opna hjarta þitt núna fyrir Jesú. Og ég finna að koma bara bæn frá heilugum anda. Heilar andir að segja það sem að Einar var að predika áðan að orðið er nálægt þér, það er í munni þínum, það er í hjarta þínu, það er í andanum þínum og þegar þú talar út orð Guðs að þá kemur gegnumbrot og múrar brotna og keðjur slitna og það er það sem að Guð er að vinna núna í hjartanu þínu í Jesú nafni og það kemur svona aukin dirfska og kjarkur til þess að tala út í trú. Og það kemur aukin þrá og innri hvatning til þess að taka tíma í nærveru Guðs í þínu lífi og að eyða tíma einn með Guði. Þetta er mikilvægasta sem þú gerir. Þetta er mikilvægara en allt annað og þinn einkatími með heilugum anda þarf að vera númer 1, 2 og 3 á þínum lista yfir það sem að þú þarft að gera daglega. Og því meira sem þú gerir þetta, því stórkostlegri blessun kemur inn í lífið, því meiri kraftur, meiri lækning og heilbrigði og Guð vill bara eiga þennan tíma með þér einum eða einni. Hann elskar þig svo mikið, hann þráir að eiga þennan tíma með þér. Og það er svo oft sem við látum skarkala og storminn í efnisheiminum taka yfir allan okkar tíma en tíminn okkar með honum er dýrmætasti og mikilvægasti tím. Það er þá sem að vandamálin leysast, það er þá sem að myrkrið flýr burt, það er þá sem að hugafarið endurstillist og við fáum hugafar Krists og það er þá sem við getum komin með okkar vanlíðan, neikvæðu hugsanirnar, erfiðleikana, veikindin, rifrildin, ágreiningin, áföllin og við getum afhenda til hans. Og við dveljum í skjóli hins hæsta þar sem ekkert illt getur snert okkur eða skaðað okkur í Jesú nafni. Ég sé bara svona sýn af Biblíunni og orðinu og þessari stórkostlegu visku og speki sem að Guð er að gefa okkur í gegnum orð sitt núna. Og ég finn líka að heilagur andi hann er að brjóta af svona, finn ekki íslenska orðið yfir að svona distractions eða svona truflanir, það sem að hafa verið að taka frá þér tíma, hvort sem það er samfélagsmiðlar eða scroll eða Netflix eða eitthvað svona iðja sem að hefur ekki verið að fóðra andana að gefa þér það sem að Guð vill gefa þér. Sem hefur verið að taka frá þér tímaði með Guði. Guð er að brjóta þetta að þér núna. Þetta losast af. Þessi tilhneiging til þess að dvelja í nærveru einhvers annars en Guðs er bara svona að brotna af þér núna. Og Guð er að fæða og setja eitthvað fallegt, stórkostlegt inn í hjartað. Svona von og væntingu að eitthvað stórkostlegt, eitthvað gott, eitthvað fallegt er að fara að gerast í þínu lífi. Í lífi þeirra sem þú elskar. Og Guð segir bíddu eftir því, væntu þess. Og þú veist ekki nákvæmlega hvað það er núna, en þegar það mun gerast, þá muntu vita að það var þetta og að það var Guð. Amen. Amen. Megum við bara opna augun hægt og rólega.